En það ótrúlega gaman hvað fólk tekur vel í þær og hvað fólk svona tengir sína sögu við myndirnar þó svo mín saga sé einhver allt önnur. Hjá mér byrjaði þetta allt saman bara þegar ég var pínulítil og ég hafði alltaf verið að teikna og var mjög góð í því sem barn. Og þegar ég var svona 14-15 ára þá sýndi pabbi mér Photoshop og ég var bara algjör nörd og byrjaði að fikta mig áfram fullu og fór í Listaháskólann beint eftir menntaskóla eftir að hafa verið að setja upp öll skólablöðin og verið að taka mér alls konar verkefni og sagt bara já við öllu. Kemst inn í starfsnám hjá tímaritinu Glamour þegar ég á öðru ári í Listaháskólanum og ég endaði bara á því að tróða mér svolítið inn í Glamour teymið bara með því að hoppa í öll verkefni og bara sýna hvað ég gat. Og eftir 2 mánuði í starfsnámi var ég ráðin inn sem hönnur og síðan stutt eftir ég klára skólann að þá fer Regína í aðra vinnu og ég tek við af henni sem yfirhönnur hjá blaðinu. En Glamour hefur verið bara besti skóli sem ég hefði getað fengið af því að þar hef ég lært svo ótrúlega mikið bara myndir og mynduppbyggingu og það að vinna með svona fallegar, flottar ljósmyndir og einhvern veginn læra hvað það er sem að bara býr til góða mynd hefur skilað sér ótrúlega mikið í teikningarnar mínar. Og fyrir viku síðan hélt ég mína fyrstu sýningu og það var ótrúlega stórt skref fyrir mig og svolítið svona ég að taka þetta passion project á bara næsta stig. Já, það er ótrúlega fyndið að sjá einhvern veginn þetta sem byrjaði bara ég að teikna í herberginu mínu þegar ég var pínulítil og að vera orðin einhver sem að heldur sýningu með listinni sinni. En það er ótrúlega gaman hvað fólk tekur vel í þær og hvað fólk svona tengir sína sögu við myndirnar þó svo mín saga sé einhver allt önnur. Já, það að teikna fyrir mér er bara eitt af skemmtilegast sem ég geri og gerir ótrúlega mikið fyrir mig og í dag er það bara orðin vinna mín.